Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að tala aðeins handverkshátíðina í Eyjafirði sem að framfer í sumar líkt og undan gengin sumur. Það verður landbúnaðarhátíð líka núna, undirbúningur komin á fullt og verið sé að búið að auglýsa eftir umsóknum. Verið velkomnar nýjar framkvæmdastjórar þessara hátíðar. Takk fyrir það. Hún Ester Stefánsdóttir, hún nú búin að vera með þessa hátíð mörg ár og búin að ganga aldeilis vel og nú eru þið að taka í boltanum. Hvernig svona til að byrja með, hvernig leggst það í ykkur? Já, leggst mjög vel í okkur. Undirbúningurinn mitt hófst þarna í janúar og það búið að vera bráðskemmtilegt. Og við tókum að mjög góð búi frá Ester og gaman að segja frá því. Og þetta í 24. sinn sem að handverkshátíðin verður haldin. Og búið að opna fyrir umsóknir og við bara hvetjum alla sem eru með og að búa til handverk og hönnun og listamenn til þess að bara huga að því að fara að sækja Nákvæmlega. Segðu okkur kannski aðeins fyrir þá sem ekki hafa mætt á handverkshátíð. Hvers konar hátíð þetta? Ég myndi segja eiginlega bara svona alls konar og okkur langar kannski að fara ennþá meira út í alls konar. Það finni allir eitthvað við sitt hæfi. Þarna safna saman handverksfólk, bæði atvinnuhönnuðir og áhugahönnuðir og þannig viljum við svolítið hafa þetta, blanda þetta svolítið. Fólk sem vinna úr allavega hráefni hefur verið að koma, fólk sem að vinna úr þara, það einn búin að sækja sem að vinna úr ösku. Þannig að það er verið að vinna með allt mögulegt. Og gaman að segja frá því, maður að lesa svona eins og gerist annars slagið svona dönsk bóliblöð að það svolítið trend í dag, það handverk. Og það svo gaman að segja frá því að með handverki þá ertu með einhvern mun eða hvað það nú sem alveg uník. Þá enginn eins og þú. Og þetta svolítið svona spennandi. Þetta alveg og þetta líka bara fjölskyldu samvera. Það eitthvað fyrir alla. En þið verðið með landbúnaðarsýningu líka núna. Segðu okkur. Já, við náttúrulega búum í alveg dásemdar landbúnaðar héraði hérna fram í Eyjafjarðarsveit. Við búum landfræðilega vel. Og við erum með svakalega mikið af ungum og flottum bændum sem eru bara að reka sín bú með hjálp nútíma tækni. Þeir hugsa alveg óbúslega mikið út í öll smáatriði. Það ræktunin, fóðurinn, þetta menn eru vaknir og sofnir yfir þessu. Og það skiptir svo miklu máli. Ég held að fólk átti sig ekkert á því að þetta ekki bara að fara í lopapeysuna og taka í nefið og fara útvísar út að gefa. Þetta vinna allan sólarhringinn og okkur langar svolítið að sýna fram á hvað við erum að gera flotta hluti. Og jafnvel tengja við handverkið. Já. Það svona pælingar sem við erum með. Sem við komum aftur síðar og segjum frá. Já. En það hefur verið svo mikil ásókn í þessa hátíð, bæði gestir en ekki síður þeir sem vilja taka þátt, að það þarf að sækja Það er ekkert hægt bara að segja að þú ætlir að vera það. Nei, sko umsóknarfrestur rennur út 1. apríl og svo verða allir búnir að fá svar 1. maí. Og eru umsækjendur margir? Hafa þeir verið margir undanfarin ár? Já. Það þarf að velja úr og við svona ætlum að reyna að hafa þetta svolítið breytt úrval og það má kannski minnast á að þetta svo áhugavert líka fyrir fólk sem að jafnvel að finna upp eitthvað nýtt að sækja þessi sýningagluggi eins og Guðni hefur talað að þetta er náttúrulega frábær markaðssetning en þarna sýningagluggi, þarna eru 15–20.000 heimsóknir. Þú færð ekki betri sýningaglugga fyrir vöruna þína og kynnana. Nákvæmlega. Og svona fá tilfinningu fyrir hvort þú ert með eitthvað sem að að fara að gera eitthvað. Ég fer alltaf, þetta er heilög stund að fara fiskidagurinn og handverkshátíðin. Þetta alveg, og þetta svo gaman líka að hitta svo oft hönnuðina sjálfa. Já, eins og ég upplifði í fyrra, þá fór ég alla dagana, var ekkert ofsalega lengi í einu og ég sá aldrei sömu sýningu. Nei, nákvæmlega. Því að þetta svo óbúslega mikið fjölbreytni og svo erum við með handverksmarkaðinn út í stóra tjaldi þar sem fólk getur komið að verða einn og einn dag, þeir sem ekki eru alveg tilbúnir að vera alla helgina. Síðan ætlum við að vera með stóran matamarkað og vonandi fái stóra mataframleiðendur til að koma. Það verður mjög spennandi. Og svo náttúrulega bara öll landbúnaðarflóran. Þarna verða sko tæki og tól. Að lokum, hvar á að sækja Er það inn á heimasíðunni? Já, handverkshátíð.is. Ó, ég fann að hlakka til strax. Þetta sem sagt helgin eftir Versló. Helgin eftir Versló. Og þetta þarna 10 daga tímabil. Þannig við náttúrulega, þetta svo kjöri fyrir fjölskyldur. Já, við að taka sumarfrí fyrir Við mælum með bara byrja á Summer Games á Akureyri
og halda svo áfram fara í Hörgárdal í sveitasæluna Já. og fara upp í Listagil og það verður svo mikið að vera hérna fyrir norðan það bara koma allir norður. Handverkshátíð og fiskidagar, þetta bara bingo í sall. Hönd í hönd. Þetta er svo sælt. Gaman að fá okkur. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum héðan frá R5 eftir augnablik.